Þegar við títrum þá erum við yfirleitt að setja vökva af einhverjum þekktum styrk ofan í lausn með einhvern óþekktan styrk. Nú, ef við erum með sýru-basa-títrun þá er það þannig að sýra eða basi er þá sett í búröttuna og þá andstæðan í glas, og ofan í glasið, bikaglas oft á tíðum, er mælt mjög nákvæmt magn af sýru. Það er að segja rúmmálið, oft á tíðum er til 25,00 ml notað, ekkert alltaf. Og í búröttuna er síðan sett búröttun sem fyllt með einhverjum vökva af þekktum styrk. Til dæmis ef við segjum að þessi sýra hér, HCl, og við erum með NaOH í búröttunni, þá getur styrkurinn af því verið kannski 0,1012 sem dæmi, og síðan bætum við þá natríumhydróxíðinu hérna ofan í og hrærum í þessa lausn þar til litbreyting á sér stað. Í þessu tiltekna dæmi myndum við nota litvísi sem kallast phenolphthalein, og sem að breytir lausninni þegar litbreytingin á sér stað, það verður hún bleik á litin, og við myndum þá finna hve mikið rúmmól af natríumhydróxíð ég þarf að bæta út í 25 ml af einhverri HCl lausn til þess að finna styrkin á þessari HCl lausn. Nú, jafna sem við notum til að finna það er tiltölulega einfalt, þar sem að þegar að litbreytingi á sér stað þá gerir ég ráð fyrir því að ég er búinn að setja jafnmörg mól af basanum út í lausnina og ég var með af sýrunni til að byrja með. Það þýðir ef að við nýtum okkur það að mólmagn í eftir styrkur sinni rúmmál, þá er styrkur basans sinnum rúmmál basans, þá verður það að vera sama og styrkur sýrunnar sinnum rúmmál sýrunnar. Þannig ef ætlunin er að finna styrk sýrunnar, þá get ég snúið þessar jöfnu á þennan máta. Svona. Og í þessu dæmi sem ég þá sett upp hérna, ef við gefum okkur það að í þessu tiltekna dæmi þá var rúmmál basans sem 20 ml, þá er styrkur sýrunnar einfaldlega 0,1012 sinnum 25, og það þá sinnum 20 og það deilt með 25. Hér get ég nota millilítrana beint þar sem ég er með millilítra og deila aftur með millilítra, þannig að einingin styttist út. Nú, út úr þessu dæmi kemur það eitthvað sirka 0,080 mól á lítra. Þannig að sjáum að meðan að framkvæmd títrunar getur oft tíðum verið tiltölulega flókið, þá eru útreikningarnir í sjálfum sér einfaldir, og í velflestum títrunum þá getum við notað nákvæmlega sömu jöfnur. Í einhverjum tilfellum erum við samt með títrun þar sem að hlutföllin eru ekki þau sama. Til dæmis ef ég væri með basa, natríumhydróxíð, og væri að bæta því út í brennisteinssýru, þá þarf ég nefnilega tvöfalt meira magn af basa, tvöfalt meira mólmagn af basa en ég er með að brennisteinssýrunni til þess að hvarfið eigi sér stað. Því þá að ég þetta margfald eða deila styrk sýrunnar út frá þeim hlutföllum sem að koma fram í efnajöfnunni. Í þessu sýnidæmi ætlum við að finna hver styrkur óþekktrar HCl lausnar er, þar sem 25 ml henni eru títraðir með 0,989 mólin NaOH lausn, og hlutlausingin á sér stað þegar 23,7 ml af NaOH hafa bæst í lausnina. Þetta þýðir það að ég tek 25 ml af HCl, set í bikaglas, set basan í búrötu og títur úr búrötunni 23,7 ml, og þá breytir lausnin um lit. Og til að reikna þetta þá set ég þetta einfaldlega upp í þessi hér jöfnu, þessum styrkur sýrunnar sinnum rúmmál sýrunnar er eftir styrkur basans sinnum rúmmál basans.
Ég veit ekki styrk sýrunnar ennþá, en ég ætla að finna það. En styrkur basans veit ég, og rúmmál basans og rúmmál sýrunnar, en ég set jöfnurnar upp á þennan máta. Styrkur basans er 0,989. Rúmmál basans er þá 23,7 og rúmmál sýrunnar er þá 25,0, hvort ekki millilítrar. Og margfalda þetta saman og fæ 0,938